Hej, det är Semmelö. Så är det. Okej, tror jag. Inte på röra på.
Vamos per questa cosa.
Ja.
Í nafni Guðs, Föður og Sonar og Heilags Anda. Amen. Við skulum byrja. Almáttugur eilífur Guð, Faðir miskunnsemdanna og Guð allrar huggunar. Lít í náð til vor og heyr bænir vorar, við í sorg og söknuði áköllum þig og hjálpa oss með huggun þíns heilaga orðs. Nú við hér saman komin til þess að kveðja Jónas Lárusson. Fyrir hinn krossfesta og uppreisna son þinn Jesú Krist, drottinn vor og frelsara, við biðjum í nafni hans. Amen. Ég vakinn nótt og hugsa
salinn fyllt í gleði lítinn mömmu dreng. Sér hver risnar steinar til þín tala, tún og eigi geyma barnsins spor. Þarna kaus ég aldur minn að ala, í áttögum við fuglasöng og vor. Þó stundum blási svalt sund og boga, og sumir virðist vera léttan lag. Þá lýsir sól af háum himinn boga og hellir geislum yfir Bárðardal. Sveitin kæra yfir öllu þínu, andi drottins vaki nótt sem dag. Ég vil þar veiga alla höfði mínu, í hljóðri bæn við fagurt sólarlag. Í hljóðri bæn við fagurt sólarlag. Í Davíðssálmum segir: Lofa þú Drottinn sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn. Lofa þú Drottinn sála mín og gleym einum velgjörðum hans. Hann fyrirgefur allar misgjörðir þínar, læknar öll þín mein, leysir líf þitt frá gröfinni, krýnir þig náð og miskunn. Náðugur og miskunnssamur er Drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Eins og faðir sýnir miskunn börnum sínum, eins hefur Drottinn sýnt miskunn þeim óttast hann, því ef hann þekkir eðli vort, minnist þess að vér erum mold. Miskunn Drottins við þau óttast hann, varir frá eilífð til eilífðar. Amen. Undir dalanna sól, við minn einfalda móð, hef ég unað við kyrrláta för. Undir dalanna sól, hef ég lifað mín ljóð, ég hef leitað og fundið mín svör. Undir dalanna sól hef ég gæfuna dýst, stundum grátið en oftar í fögnuði kýst. Undir dalanna sól á ég búið og ból, og minn bikar, mín arinn, minn svefnstað og skjól. Undir dalanna sól vann ég dalverjans lönd, eins og draumsýn áttakans rós. Undir dalanna sól vann ég heilfenga hönd, eins og heitt land í vermandi ljós. Undir dalanna sól geymir göggin mín spor, eins og dugir blessaðir á lausa vor. Undir dalanna
anna sól, sjö hjartan sé vann, í staði skynjaði leitað og fann, í staði skynjaði leitað og fann. Í Rómverjabréfinu standa þessi orð. Enginn af oss lifir sjálfum sér og enginn deyr sjálfum sér. Ef við lifum, lifum við Drottni. Og ef við deyjum, deyjum við Drottni. Hvort sem þess vegna lifum eða deyjum, þá erum við Drottins. Því að til þess þó Kristur og varð aftur lifandi, að hann skyldi drottna bæði yfir hinum dánum og lifandi. Undir háu hamra belti, höfði drúpir lítil rós, þráir lífsins vængja hvítir, vorsins líf og sólar ljós. Ég held ég skilji Guðinn allan, hjartasláttinn rósin mín. Kristals færir daggar dropar, drjúpa mist á blöðin þín. Æsku minnar leiðir lágu, lengi vel þennan stað, krjúpa niður, kyssa blómið, hversu dýrlegt fannst mér það, finna hjá þér ást og munað, yndislega rósin mín. Eitt það sem aldrei gleymist, aldrei það minning þín. Eitt það sem aldrei gleymist, aldrei það minning þín. Ágætu vinir, við skulum rísa á sætum og heyra Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Marta sagði til Jesú, Herra, ef þú hefðir verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn. En einnig nú veit ég að Guð mun gefa þér hvað sem þú biður hann um. Jesú segir við hana, bróðir þinn munu rísa. Marta segir, ég veit að hann rís upp í upprisunni á efsta degi. Jesús mælti, ég upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu degi. Þannig hljóðar heilaga Guðspjall lofsið til Kristus.
ég höfðu hljóma þýða, hreina mjúka nýju strengi, til þín mundu líða, leita þín ein ég gengi, til þín mundu líða, leita þín ein ég gengi. Viltu þegar vorið blíða, vefur rósir kvöldagynni, koma til mín kvæði hlýða, kveðja mig hinsta sinni. Koma til mín kvæði hlýða, kveðja mig í hinsta sinni. Lífið allt má léttar falla, ljósið vaki hugsun minni, ef ég má þig aðeins kalla, yndið mitt í fjarlægðinni. Ef ég má þig aðeins kalla, yndið mitt í fjarlægðinni. Innsta þrá í óskamatnum, á svo margt í skauti sínu, vil ég geta vafið öllum, vorunum að hjarta þínu. Vil ég geta vafið öllum, vorunum að hjarta þínu. Byrjum. Vaktu minn Jesú, vaktu í mér, vaka láttu mig eins í þér, sálin vaki, þá sofnar líf, sé hún ætíð í þinni hlíð. Amen. Náð sé með okkur öllum og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Jesú segir í Lúkasarguðspjalli: góður maður ber gott fram úr góðum sjóði hjarta síns. Þetta eru athyglisverð orð, Einarsdóttur virðist hljóma næsta sjálfsögð. Sjóður verður ekki til af engu, það þarf að leggja inn í hann og það má síðan taka út. Í sjóð hjartans leggjum við inn það góða sem við tileinkum okkur og þau gæði sem skipta okkur mestu máli, hæfileikann til að greina rétt frá röngu og hæfileikann til að elska hið góða og ástunda það. Við getum ýmislegt lært af námsbókum en þó líklega aldrei það að vera góðar manneskjur. Það verður hver að læra í skóla lífsins. Og öll reynsla okkar verður að innistæðu í sjóði hjartans. En leið og tekin af sjóði hjartans, þá minnkar ekki innstæðan heldur eykst.
Ef við gefum af okkur hið góða, er líklegt að við fáum það margfalt til baka og dreifum gæsku meðal mannfólksins. Þetta er það sem kalla má hagfræði hjartans og skiptir kannski engu minna máli en hagfræði efnahagslífsins þegar allt kemur til alls. Efnisleg gæði gildir að það eyðist það sem af er tekið, en sum gæði rýrna ekki, heldur aukast þegar þeim er deilt. Það pund sem Guð gefur okkur ávöxtum við best með því að deila því með okkur og miðla til annarra. Og þjóðskáldið Matthías segir á einum stað: og Faðir gjör mig styrkan staf að styðja hvern sem þarf. Allt það pund sem Guð mér gaf, ég gef sem bróður af. Þannig lifði Jónas Lárusson frá Hallgrímsstöðum sem við kveðjum í dag langt aldur fram. Hann gaf gott úr góðum sjóði hjarta síns alla tíð. Hann var maður sem ætíð gaf af sér til samfélagsins og bar birtu til samferðafólksins. Vinsæll maður og vellíður, sterkur persónuleiki og eftirminnilegur öllum þeim sem honum kynntust. Og hjálpsemi hans og greiðvikni virtust jafnan vera fá takmörk. En umfram allt var hann elskaður sonur og faðir, bróðir og afi og sambýlismaður. Það er sárt að kveðja hann og hjörtu ykkar, kæru ástvinir, eru full saknaðar og tregar. Sem á þakklætis fyrir allt það góða sem Jónas var ykkur, það marga góða sem hann gaf af sjálfum sér. En hversu mjótt bilið getur verið á milli lífs og dauða er ein sárasta staðreynd mannlífsins. Það reynið þið nú sem tengdust Jónasi ástúðarböndum, en hann var kallaður frá okkur nú á dögunum með svo snöggum og skyndilegum hætti. En minnumst einnig orða frelsarans segir: ég lifi og þér munum lifa. Jónas Lárusson var fæddur í Dalhúsum í Bakkafirði þann 30. júní árið 1958. Hann var sonur hjónanna Lárusar Jóhannssonar sem fæddur var árið 1924 í Hvammi í Þistilfirði og Aðalbergar Jónasdóttur sem fædd er árið 1937 í Saurbæ á Langanesströnd. Lárus lést árið 2004 en Aðalbjörg lifir son sinn. Blessuð sé minning Lárusar. En Jónas var elstur fjögurra sona þeirra hjóna. Yngri en hann voru þeir Jóhann Ólafur sem fæddur var árið 1961 en lést í miður langt aldur fram árið 2021. Blessuð sé minning hans. Yngstir eru síðan þeir Sigurður fæddur 1965 og Kristinn fæddur 1967. Jónas, eða Ninni eins og hann var oftast kallaður, ólst upp fyrstu æviárin í Dalhúsum þar sem foreldrar hans stunduðu sauðfjárbúskap, en haustið 1966 flöktu þau í Hallgrímsstaði á Langanes og hófu búskap þar. Jafnframt stundaði Lárus faðir hans þar vörubílaakstur og var hann rómaður sem afbragðsbílstjóri. Jónas ólst upp fyrir almenn sveitarstörf og var hann vel til þeirra starfa fallinn, því að strax sem ungur drengur var hann mjög röskur og dugmikill og hneigðist hugur hans til búskapar. Barnaskólagöngu hóf hann 9 ára gamall að Efralóni, síðan hjá Óla Halldórssyni á Gunnarsstöðum, þá á Þórshöfn og grunnskólagöngu sinni lauk hann hjá Aðalbirni í Lundi. En eftir að grunnskólagöngu hans lauk, fór hann í Bændaskólann á Hvanneyri og útskrifaðist þaðan sem búfræðingur árið 1977. Að því loknu fór hann til starfa í Sætún hjá þeim Vigfúsi og Ragnheiði. Þar rak hann búið í 2 ár, en fór síðan að létta undir með foreldrum sínum við búskapinn á Hallgrímsstöðum. Jónas var mikill íþróttamaður á sínum yngri árum og reyna lengi vel og var hann lengi virkur í starfi ungmennafélagsins Aftureldingar í Þistilfirði og mörg muna kannski eftir rússajeppanum sem hann eignaðist, keyrði á til og frá æfingu. Þá var hann mjög virkur í uppbygging og starfi björgunarsveitarinnar Hafliða hér á Þórshöfn og kom hann mikið af húsbyggingu sveitarinnar og vann það allt í sjálfboðunni. Og þá átti hann sæti í stjórn ungmennasambands Norðurþinga engan tíma. Jónas var glaðvær að eðlisfari, var frábær sögumaður og góður í stund.
félagslindur og mannblendinn og kom víða við sögu og sviði félagsmála. Hann var mikill tónlistarunnandi og hann prýðisvel á harmonikku og lagði töluverða stund á þá iðkun á yngri árum sínum. Haustið 1984 kynntist Jónas Stefaníu Jónínu Snorradóttur en bæði unnu þá við sláturhúsið hér á Þórsmörk. Þau felldu hugi saman og hófu sambúð fljótlega. Þau hófu húsbyggingu á Hallgilsstöðum árið 1987 og fluttu inn í það árið eftir og tóku fljótlega við sauðfjárbúi foreldra Jónasar. Börn Jónasar og Stefaníu eru eftirtalin. Elst Aðalbjörg Lára, fædd 1988. Næst elstur Vigfús Ragnar, fæddur 1990. Og þá eignaðist þau stúlku Sólrúnu Ósk árið 1991 sem því miður fæddist andvana. Guð geymi hana í faðmi sínum. Yngstur síðan Jónas Már, fæddur 1992. Unnusta hans Gígja Snorradóttir, en Jónas Már á 2 synir úr fyrra sambandi, þá Olgeir Loga sem fæddur 2012 og Kristófer Atlas sem fæddur 2017. Fyrir átti Stefanía 3 drengi, þá Sigurð Aðalstein sem fæddur 1974, Gunnlaug Snorra sem fæddur 1977 og Vilmund Aðalstein sem fæddur árið 1980. Þessa drengi tók Jónas aðskir eins og hans eigin væri. Og fyrir það Stefanía innilega þakklát. Þau Jónas og Stefanía slitu samvistir en héldu ávallt góðu sambandi sín á milli og áttu ávallt gott samstarf varðandi uppeldi og velferð barnanna. Jónas unni börnum sín á heilu hjarta og voru þau stolt hans og gleði og ekki síður þótti hann vænt afabörnin þegar þau komu til sögunnar. Jónas sinnti búskapnum á Hallgilsstöðum og störfum honum tengdum af lífi og sál. Hann var fljótur að tileinka sér allar framfarir á sviði landbúnaðarins og þegar keypt var bakkabindivél sem var með þeim fyrstu á svæðinu, sá hann að binda á bæjunum en vélin var sameign 5 bæja. Og vinnudagurinn gaf það orðið býsna langur oft á tímum. Og seinna keypti hann bakkatímu sem var hengd utan á bakkavagninn og létti störfin mikið svo ekki þurfti lengur að handtína bakkana. Og árið 1981 gefst hann stóra Ursus dráttarvél í samvinnu við Tunguselsbændur sem var sennilega svo öflugast í sveitinni enda var þessi vél jafnan kölluð tröllamann á litli. Aftan í hana var settur plógur og herfi og var vélin gríðarmikið notuð í jarðvinnslu. Samstarf Jónasar við Tunguselsbændur var alltaf einstaklega. Og þegar rúllutækni kom til sögunar var Jónas með þeim fyrstu til að fá sér rúlluvél í samvinnu við Jóhann bróður sinn og þau Úlfar og Kristínu. Og tvisvar ævina gerði Jónas sér lítið fyrir og óku dráttarvél frá Reykjavík alla leiðina til Þórshafnar, reyndar með smá viðkomu í Skagafirði. Var það gaf að vera sér mikið þolið mæðismál. Já, Jónas Lárusson var drengur góður í raun og sannleika. Hann hafði einstaklega góðan nærveru. Hlýja hans var ósvikin og einlæg. Hann var ljúfur og þægilegur í umgengni allri. Hann var einstaklega hjálpsamur og vildi allt fyrir alla gera ef það var á hans valdi. Og sparaði hann sjaldnast tíma og krafta í þágu annarra og nutu sveitungar og nágrannar hans ekki síst hús af því. Og oft var hann mættur á staðinn af fyrra bragði ef hann vissi að einhvern vantaði aðstoð. Og þannig eignaðist hann fjölda vina og kunningja vegna sinna góðu eðliskosta. Og svo hugsuð vægast sagt langsótt að hann hafi getað átt sér óvildarmann. Og sömuleiðis eru þau vægast sagt fá sem að líkindum hafa heyrt að láta falla hnjóðsyrði í garð náungans. Það eitthvað sem enginn kannast við að hann hafi gert. Og til marks það má nefna, og þetta segi ég í samráði við Ásgeir Jónasar, að þegar Vigfús sonur hans var komið með vinkonu fyrir fáum árum, var Jónas ekki staddur í Tunguseli og Binna spurði hann hvernig honum litist á nýju tengdadótturina. Og Jónas hugsaði sig svolitla stund og sagði síðan, já það góða veðrið úti núna. En þegar Jónas, hann lastaði ekki.
En Jónas var mikill iðjumaður og sívinnandi. Hann var harður við sjálfan sig. Hann kunni ekki að hlífa sér og hann unnið sér sjaldan hvíldar. Og því miður líklegt að það hafi tekið 3 að tollar heilsu hans og kröftum aldur fram. Jónas átti létt með að eiga samskipti við fólk og sýndi því einlægan og ósvikinn áhuga, en sjálfur var hann jafnan dulur einkahagi og tjáði sig líkt eigin mál. Hann var líka fastur fyrir ef svo bar undir. Þrjóskur myndi kannski einhver segja. Og var hann stoltur af rússajeppanum sínum sem minnst var á hér áðan og taldi hann afburðagott ökutæki. Og víst að hann gat nýst til svo fjölmargra hluta. Og eitt sem fékk Þór og Gunnar Stöðmann með sér til Akureyrar, en þar átti hann píanó sem þurfti að sækja. Þaðan á leiðin að bænum Brún í Reykjadal og þar voru teknir 15 refir. Jói var þá með refabú og var hver og einn refur í búri. Píanóið var sett þversum fremst í bílinn og svo röðuðu búrunum 15 með refunum sitt hvoru megin í bílinn. En þá sáu þeir að enn var pláss í miðjunni, þannig að þeir óku tilbaka yfir Fljótsheið og í Ljósavatnsskarð og tóku þar kú sem Jói átti. Hún stóð því í miðjunni á milli refanna með hausinn yfir píanóið. Og þar engar kýri fylgst með því sem framundan var á heimleiðinni. Já, þeir voru sannarlega að lausna miðað við framtíðinni. Og þá gerist það í nóvember mánuð eitt sinn að Jói hringir í Minna og segir að hann hafi verið að hengja 7 kindur á Grímsstöðum fjöllum og spyr hvernig standi á hjá honum að koma með sér á Rússanum að sækja þeim. Og ekki stóð á svari hjá Jónasi, bara vel. Og Ninni var mættur skömmu seinna í Gunnarsdali. Og þrátt fyrir umtalsverðan snjó ákvað þeir að fara pólsan, en engin slóð lá veginn, enda engin umferð þarna Og þegar þeir voru búnir að baks yfir nokkra skafla, fór Jói að velta því fyrir sér að Ninni væri líklega ekki eins mjúkur og nettur á olíugjöfun eins og hann. Og fannst hann gefa Rússar óþarflega mikið inn. Og spyr hvort það sé ekki betra að gefa þess minna inn þegar hann væri að ruggast með sköflunum. En Ninni svaraði, jú, að bara gillinni bara startaralaus. En Jónas, það Ninni var ekki láta þannig smáatrið verðjast fyrir sér. Hann var alltaf tilbúinn og taldi það aldrei ekki sér að geta hjálpað. Og ef talið varst að glænýjum og nýmóðuðum bílum, þá sagði Ninni kannski, já, maður fer nú ekki langt á lakkinu. Og það auðvitað áreiðanlega orð að sönnu. En Ninni var mikill kirkjunarvinur og söng lengi með kór Þórshafnarkirkju og áður Þórshöfðakirkju og örugglega og talsvert öðrum kórum á svæðinu. Hann lét sig ekki muna að syngja með í nágrannasóknum með áþurft að halda, jafnvel þótt væri langar veg að fara, og alltaf var allt gert með sömu jákvæðinu og elskusemi. Og fyrir þetta vil ég þakka af alhug fyrir hönd safnaðanna, Guð launi það og blessi. Jónas stundaði búskap á Hallgrímsstöðum til ársins 2013 en lét á staðanum. Það var erfið ákvörðun fyrir hann og sárt fyrir hann að hætta búskap. En líkamleg heilsa hans hafði gefið eftir áratuga erfinni, þannig að hann gat ekki sinnt bústörfunum með sama krafti og áður. Þá fluttist hann hingað til Þórshafnar og tók þar til starfa hjá Ísfélagi Vestmannaeyja og vann þar til starfsdegi hans lauk í desember 2021. Þeir vörðu það mörgum stundum saman þessum árum, feðgarnir hann og Vigfús Ragnar, og hlustuðu þá gjarnan á tónlist sem þeim báðum vel hér, eins og til dæmis karlakórinn Heimi. En síðustu 3 æviárin dvaldist Jónas á Nausti hér á Þórshöfn og naut þar góðrar umönnunar sem hann mat mikils og var mjög þakklátur fyrir. En þangað fluttist hann í kjölfar mjög erfiðra veikinda og hann var tregur til að fara á Naust svona í byrjun, en var síðan ótrúlega fljótur að sættast við orðin hlut. Og á Nausti fann hann öryggi og hlýju og þar leið honum vel. Eitt sinn þegar hann nýkominn á Naust, þá sátu þeir að spjalli Jónas og Tóti í túni. Var þá Jónas eða orði, já, nú væri gott að komast í ríkið aðeins og kaupa bjór. Þá svaraði Tóti, nei, það gengur vist ekki upp þegar við erum hér á Nausti. Þá svaraði Jónas, það er allt í lagi, ég hef svo sem aldrei verið mikið fyrir það.
á Nausti kunni Jónas vel við lífið, en síðan gerðist það að kallið kom svo snöggt og óvænt. Jónas var bráðkvaddur á Nausti að morgni fimmtudagsins 23. janúar síðastliðins. Já, víst var heilsan tekin að gefa sig, en skyndilegt fráfall hans tók þó öllum í opna stöðu. Og nefna má að kvöldið áður en hann andaðist var hann að moka snjó úti fyrir Nausti, og einhver hafði orðið þangaverður kominn snjóblásari, en það var verkið ekki unnið með hangandi hendi. En morguninn eftir var hann allur því miður. Já, það er sagt að kveðja hans úr, en minningarnar eru margar og góðar. Myndar svo minningun ekki gleymast, heldur eiga heiðurssess í hjörtum ástvina hans. Vísi predikari segir: moldin hverfur aftur til jarðarinnar þaðan sem hún kom, en andinn til Guðs sem gaf hann. Og kveðjustundu sem röddafirnum segir: gott og góði og trúi þjónn, gafti til fagnaðar herra þíns. Ástvinir Jónasar vilja færa starfsfólkinu á Nausti innilega hjartarsþakkir fyrir góða umönnun Jónasar og hlýju og elskusemi í hans garð. Ég vek athygli á því að í lok athafnarinnar verður fyrsta Jónasar borin fram í andirið og lögð þar niður, þar sem þeir kirkjugestir megi gjarnan signa yfir og eiga eitthvað kveðjustund og ganga síðan niður í safnaðarheimilið og þiggja veitingar sem þakklæti fyrir auðsýnda samúð og hlýju. Þau sem vilja mega líka fylgja honum út í Söðuskirkjugarð, þar sem Jónas verður jarðsettur að eigin ósk. En þau Höskuldur og Gunna á Höfðafirði fyrir innilega kveðjur sínar til ástvina minna, og þá er ég svohljóðandi kveðja: elsku Aðalbjörg, Vigfús, Jónas og aðrir aðstandendur, innilega samúðarkveðjur til ykkar vegna fráfalls elsku Ninna. Megi allt gott vera með ykkur og styrkja í sorginni. Og undir þetta rita þær Auður, Lena, Alma og fjölskyldu. Og starfsfólk og íbúar af hjúkrunarheimilinu Nausti og Þórshöfn biðja fyrir innilegar kveðjur til ástvina Jónasar með miklu þakklæti og sorg. Og Þórhalla Hjaltadóttir biður fyrir innilegar kveðjur síðar til allra ástvina. Og þau Sirrí og Júlíus og Gunnar Stöðum biðja fyrir innilegar samúðarkveðjur til ástvina Jónasar. Marinó í Tunguseli sendur góðar kveðjur með þakklæti fyrir gott samstarf og vináttu í áratugi. Og þá er innilega kveðja frá þeim Hadda og Ragnheiði í Brautarholti í Skagafirði með góðum þökkum fyrir samveru og vináttu. Og kærar kveðjur eru frá þeim Sigurbjörgu, Guðrúnu og Eydísi, Helga og Guðnýjar dætur. Og Ninna, Guðrún Jónína Magnúsdóttir og fjölskylda hennar, þau biðja fyrir innilegar kveðjur og þakka af alhug, vináttu og hjálpsemi gegnum tíðina. Og systkinin frá Brúarlandi og fjölskyldu þeirra senda innilegar samúðarkveðjur með þakklæti fyrir samskiptin og vináttuna við góðar og heiðarlega nágranna gegnum árið. Og þau Stefáni og Kjartan og sonur þeirra Benjamín biðja fyrir innilegar samúðarkveðjur síðan með þakklæti fyrir góða viðkynningu. Og þá barst svohljóðandi kveðja: sendum innilegar samúðarkveðjur til fjölskyldu og vina. Megi algóður Guð þína sálin og geyma, gæta að sorgmæddum græðadjúpsár, þó komin sért yfir í aðra heima, mun minning þín lifa ókomin ár. Og þessi kveðja er frá Henníu Lind og fjölskyldu í Ameríku. Og Aldís frá Melavöllum biður fyrir innilegar samúðarkveðjur til allra aðstandenda. Og Axel, Vala og strákarnir þeirra á Gunnarsstöðum senda kveðjur, en þau gátu ekki verið hér í dag. Þau minnast Jónasar með hlýju, þakka sérstaklega fyrir samfylgdina og samverustundir á liðnum árum í leik, starfi og ófá handtökin á stýri. Og Matta biður fyrir innilegar kveðjur sínar til allra aðstandenda. Og biðjum fyrir innilegar samúðarkveðjur til ættingja og vina Jónasar, undir þetta rita Hlynur og Dísa. Og þau Kalli, Heiða og fjölskylda biðja fyrir innilegar kveðjur sínar, og Þórarinn Stefánsson sem staddur út á sjó biður fyrir hugheilar kveðjur sínar.
Og þá var hér svohljóðandi kveðja: ég og fjölskylda mín viljum senda ástvinu og fjölskyldu Jónasar innilega samúð og kveðjur. Undir þetta ritar Lárus Jóhannsson. Og Sigurður Baldursson og synir hans senda Jónas í hinstu kveðju með þökk fyrir allt og allt. Það að segja Sigurður Baldursson, Baldur Einar Sigurðsson og Guðmundur Snorri Sigurðsson. Og þau Stefa og Nonni biðja fyrir innilega kveðjur sína til allra aðstandenda, sem og þau Axel og Hafdís á Akureyri biðja fyrir einlæga kveðjur sína. Og þau Árni, Berglind og Guðni Kristinsbörn senda innilega samúð og kveðjur til fjölskyldu. Og þá er svohljóðandi kveðja: elsku Lilla, Aðalbjörn, Vigfús, Jónas Már og aðrir ástvinir, innilega samúð og kveðjur til ykkar allra. Guð geymi ykkur öll, Oddný og Jakob Akranesi skrifandi þetta. Og þá er hér innilega kveðja til barna og ættingja Jónasar með innilegu þakklæti fyrir bjartar og góðar minningar úr sveitinni með afa Ninna. Og þessi kveðja er frá þeim Sigurði Hrafnkelssyni, Lilju, Ninnu, Þórlaugu og Berglindi. Og þá er hér einlæg samúð og kveðja frá Jóhanni Arngrími Jónssyni, Hrafni Jónssyni og Hreggviði Jónssyni og fjölskyldum þeirra. Já, blessuð sé minning Jónasar Lárussonar. Megi hann hvíla í friði og ljósins uppreisnar drottins lýsi hún. Guð blessi ykkur öll ástvinir hans. Guð blessi ykkur og styrki á vegi sorgarinnar. Í Jesú nafni. Amen. Nú sit ég hér þögull og sveita mig út í söguna margsjúknu þræði. Ég hvíli því ekki kemur þú nótt. Ég þína þrái og næði og ljósið mig einar af frá minning en mér færist nær, sú minning ei víkur til baka. Ég greindi öll jásnin sem gæfan svo mörg í götuna mína. Mér fannst að ég ætti mér fjársjóði þar og væri mín samviska þjaka. Þá gaf ég að jafnaði gáskaða snar. Ég gríp þegar kem ég til baka. En í vegferð nú get ekki breytt, þó gimsteina mætti þar fundar, að stefna til baka, það stoðar ei neitt mót straumi
Drottinn Guð heilagi andi, miskunnar bros. Nú lætur þú Drottinn þjóð þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér, því að augu mín hafa sett hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiligum og til vexendar líkingum Ísrael. Biðjum saman, við þökkum þér, Drottinn, fyrir sérhverja góða gjöf í þessu lífi og fyrir þá von eilífs lífs sem þú hefur endurfætt oss til fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Lít í náð til Jónasar Lárussonar sem þú hefur kallað til byrðar þinnar. Ver oss öllum náðugur og miskunnsamur í lífi og í dauða. Varðveik oss í trúnni á þig, að við megum ásamt þeim sem þú hefur endurreist, lofað þig og vegsama að eilífu. Amen. En allar bænir voru felum við þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt oss og biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vårt daglega brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið oss í freisting, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Ágætu vinir, skulum rísa á sæti. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða, af jörðu skaltu aftur rísa. Veit honum Drottinn þína eilífu hvíld og látið eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði, Drottinn minn gefi dánum ró, en hinum líkn lifa. Amen.
Meðtaki drottinlega blessun, drottin blessi þig og varðveiti þig, drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og setja náðugur, drottin upplyfti sínu augliti yfir þig, gefi þér sinn frið, í nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottin vor Jesú Krist. Amen.
Varum haus í snjósbrá veit ég þig. Ljúfa bros og töfrar hnífum mig. Augu þegar fast svo fylgdu þér. Mér það sem sagði í hjarta mér.